Já, vinir, ég er búin að vera að glugga hérna í bók eða lesa hérna litla bók sem er eftir séra Sigurbjörn Einarsson, okkar eina og sanna biskup. Ég segi eina og sanna, mér fannst hann svo yndislegur þessi maður. Og þessi bók heitir Sárið og Perlan og hún segir að þetta eru hugleiðingar sem að hann var með í Hallgrímskirkju á föstu árið 1999. Og mér langar að lesa fyrir ykkur hérna orð úr þessari bók því að hún snerti mig og svona allt það sem ég hef lesið eftir Sigurbjörn Einarsson hefur svona fært mig nær Guði og það finnst mér yndislegir einstaklingar. En þetta er svona stutti kaflar. Þessi kafli ber yfirskriftina Ekki ég. Síðustu stundirnar í jarðlífi Jesú eru stutt andartak í sögu mannkyns. Að ekki sé nefnd eilífð Guðs. En þetta andartak er leiftur á krossgötum og Guð og maður blasa við í leifturinu og djúp á milli þeirra. Þú getur skilið að það sé mikið djúp sem skilur að skapara alheimsins annars vegar og mennskar örverur hins vegar. En hér er annað að ræða. Þegar hugir tveggja fari í hvor í sína átt, þá verður djúp þar í milli sem er dýpra en sá himinn geimur sem skilur háa hnetti. Þegar einn vilji gengur þvert á annan, ef hjörtu tveggja ganga í berhögg hvort við annað, þá er það þar djúp í milli sem enginn mælir. Ef þú værir það barn sem vill ekki lengur þekkja móður sína eða föður, sér þau ekki, fyrirlítur þau, þá væri þú komið lengra burt frá þeim og frá sjálfum þér leið, en þó að þú næðir að fljúga út úr sólkerfinu. Á sjónasviði píslar sögunar er Guð í þeim fanga sem er afneitað. Hann er smáður, hann er dæmdur úr leik, dæmdur til dauða. Ef svo er, getur það þá verið annað en skyndimynd af einstæðri slysni, sérlega blindra ógæfu manna. Hafa slík ósköp nokkuð tímann gerst endranær. Stöldrum við. Þarna er Jesús frammi fyrir valda mönnum sem þykjast þurfa að ryðja honum úr vegi til þess að tryggja stöðu sína og völd. Jesús er hljóður í greipum þeirra, því að þeir hafa lokað á hann, vilja hvorki heyra hann né skilja. Allir slíkt sé einsdæmi. Þarna er Jesús frammi fyrir óðum líð sem hefur blindast af áróðri þeirra sem hafa undir tökin í þjóðfélaginu. Einsdæmi. Þarna er Jesús með bundi fyrir augu. Hann er hættur, það er hrækt framan í hann, hann er sleginn í andlitið og skopast að því að hann skuli ekki segja neitt, ekki nefna þann sem sló og hefna sín á honum. Hvað er þarna að gerast annað en það sem hver maður gerir þegar hann meiðir, særir, níðir, hvelur annan mann í orði eða verki, leynt eða ljóst. Menn hugsa ekki út í að það er sjálfur Guð sem þeir eru að skipta við. Þú veist ei hvert þú hitti þar, heldur en þessir gyðingar. Nei, þú veist það ekki, vilt ekki vita. Því fer sem fer samskipti manna og sambúðar hætti. Enginn horfist í augu við aðra mannesku án þess að horfast í augu við Guð. Það er blinda syndugs manns að hann heldur sig geta falist fyrir Guði eða bundi fyrir augu hans. Hver var það sem sló þig? Guð veit ekkert, sér ekkert, heyrir ekkert. Þess vegna er hægt að ljúga og blekkja, svíkja, kúga og misþyrma. Allt bitnar það á Guði.
Hann tekur það allt á sig. Af því að elska hans lifir og líður, gleðst og grætur í hverju manni. Þannig sá Guð sem Jesús. Þann sannleika bjó hann í ógleymanlegan búning þegar hann dró upp mynd af efsta dómi. Þar afhjúpast þetta eina sem sker úr allt. Hvenær mundi ég hvern ég hitti þar sem bróðirinn var eða systirinn? Hvenær og hvernig mundi ég eftir Guði? Hvenær sá ég Guðsson í tilliti, vonum, þörfum, raunum og þrautum annara? Hvenær sá ég fjötra hans og sár, smán hans og niðurlægingu í hlekkjum kúara, í örbirgð snauðra, í allri þeirri eymd og forsmán sem menn þola að manna völdum? Hvenær stjórnuðust viðhorf og viðbrögð af þeirri vitund að á bakvið öll andlit og hjarta slög sá Guð sem í Jesú Kristi gjörðist hold á jörð og lifi síðan í öllu jarnesku holdi sem bróðir. Bilið milli Guðs og manns var ekki meira eða myrkara í samtíð Jesú en endra nær. Júdas og Pétur, Kæfas og Pílatus engin afbrigði, engar sér útgáfur af mönnum. Þeir og nafnlausi múgurinn í kringum þá fulltrúar mannkyns. Þeir ég og þú. Sérstaða þeirra manna sem koma við píslasögu Jesú svo ein að þeir þarna staddir sem fulltrúar allra manna. Þeir lifðu þá fyllingu tímans sem skipti sköpum. Þeir lenda í þessu leiftri á krossgötum, í þessu kastljósi sem afhjúpar þá og þar með allt mannkyn fyrr og síðar. Þeir standa þarna á sviðinu, fastir og afklæddir. Þessi andrá í straumi aldana stendur kyrr og þar í leiftrinu sjáum við manninn, þann mann, þann Adam sem hafnar Guði. Og sá Guð þarna af því að hann hafnar ekki, afneitar ekki blindum, syndugum manni, hann að brúa djúpið. Maðurinn ekki fær það þótt hann vildi. Guð megnar og vill. Það kostar ólýsanlega þunga fórn að afmá þá sekt sem mannkyn ber á herðum sér og Guð færir þá fórn. Það kostar dýpri sár en orð þá lýst að græða sýktan, lemstraðan líkama mannkyns til nýrrar heilsu, til lífs. Og Guð ber þau sár. Hann lætur sér blæða. Hann særður vegna vorra synda, kraminn vegna vorra misgjörða, fyrir hans benjar urðu mér heilbrigðir. Þessi spámannsorð í Jesaja rættust þegar Jesús var píndur og deyddur. Það veit Jesús og hann segir, ég og Faðirinn eitt. Þegar þetta verður persónleg skynjun og játning hjartans, þá hið djúpa leyndarmál kristins dóms að ljúkast upp. Þá maður að komast í snertingu við það umskapandi lífsafl sem orð krossins býr yfir frá öndverðu. Sú fornandi elska Guðs sem opinberast í Kristi Jesú æðri öllum skilningi. En sá sem þiggur í auðmýkt, sá sem vill ljúka sér upp fyrir þeirri elsku, finnur nýjan kraft til að lifa. Sá eða sú fær við annað að glíma en spurningar innræti og blindni einhverja í fornöld eða í samtíðinni, nær eða fjær. Spurningin verður, hver ég? Hvar ég staddur? Ég má vel reikna auman mig, einn í flokk þeirra manna, sem í kvölinni þjáði þig, þá voru gjöld syndana, en þú sem bætti brot mín hér, bið þú nú líka fyrir mér, svo fá ég frelsun sanna.
Þetta er játning og bæn Hallgríms Péturssonar og hvers kristins manns. Fyrir mitt leyti persónlega hef ég margoft mætt þessari spurningu, segir Sigurbjörn Einarsson. Hvernig hefði farið fyrir þér ef þú hefðir haft sama biskups embætti á herðum og Kæfas? Ég er ekki viss að svarið yrði mér í vil. Því fer mjög fjarri. En ég læt mér nægja að hugsa og segja, þú veist það, Drottinn. Þú þekki mig. Þú veist allt, Guð, og vertu mér syndugum líknsamur. Ég hef líka hugsað atvikið á skírdaskvöld þegar Jesús sagði það að einn í litla nána vinahópnum hans myndi svíkja sig. Og þeir spurðu hver annan, ekki er það ég. Fundu þeir allir að hinn skelfilegi möguleiki duldist með þeim, eða urðu þeir allir lostnir af þeirri tilfinningu að Jesús vissi allt þá. Horfði í gegnum þá hvern og einn og sá miklu meira en þeir höfðu hugboð sjálfir. Fundu þeir að það gátu leynst með þeim svik sem þeir gerðu sér ekki grein fyrir. Fundu þeir að þeir stóðu hver með öðrum á sömu tæpu nöf með hyldýpið fyrir fótinn sér, með undirdjúpið hið innra með sér og að engum átti muna að myrkri hremdi þá. Voru þeir á þessari stundu að skynja, lifa þá stöðu sem er sameiginleg öllum mönnum. Við erum öll svikin, öll brostnir strengir í hörpu Guðs, fráhverf honum, sorgarbörn hans blind á brún hengiflugs. Þetta finnur þú þegar Jesús nær að líta til þín eins og hann leit til Péturs þegar hann var fallinn. Og í ástúðin í augum hans reisir þig upp. Þú farð óvænt hugrekki til að horfast í augu við sjálfa þig og allt í þessum heimi. Þú öðlast von og traust og öryggi. Kærleikur hins krossfesta gegnum lýsir þig til þess að þú sjáir hann í þínum smánar flíkum og þig í mynd hans. Blóðskuld og bölvan mína burt tók Guðssonar pína. Dýr sé þér Drottinn minn, útgengi æti síðan í trausti frelsarans. Þeir menn sem stóðu næstir Jesú, lærisveinar hans, hafa ekki brugðið neinum ljóma yfir sjálfan sig þegar þeir skýrðu frá samleið sinni með Jesú. Allt er skráð í Guðspjöllunum, er frá þeim runnið. Aðrir voru ekki til frásögnar það sem fram fór þegar þeir voru einir með Jesú. Þeir falsa ekki myndin af sjálfum sér, hvorki eru þeir að sverta sig til að upphefi Jesú og sinn kostnað, né að skreita sér eða honum til heiðurs. Þeir kynna sig eins og þeir voru, mannlegir, skammsýnir, hrösilir, rétt eins og ég og þú. Símon Pétur var fremstur í hópnum, lét jafna mest til sín taka, hvatur í orðum og viðbrögðum. Jesús batt miklar vonir við hann og Pétur fjall hrapalega. Hvers vegna var það ekki látið gleymast? Af hverju var það ekki þagað það að hann misti kjarkinn þegar hann hafði treyst sér of og afneitaði Jesú, sagðist aldrei hafa þekkt hann? Hví var þetta ekki fellt undan þegar farið var eftir páska og hvítasunna skrásetja söguna Jesú? Markús byggði Guðspjall sitt á frásögnum Péturs sem hefur oft sagt frá þessu og öðru misjöfnu í fari sínu og vildi ekki láta fella það undan af því að það var sannleikur. Guðspjöllin segja satt. Þau falsa ekki neitt. Þeir sem færðu þau í letur vita það að sjálfur hinn upprisni Drottins Jesú fylgist með því sem þeir skrifa. Hver lína er skráð fyrir augliti hans og hver lína er vitnisburður þann dýrmætasta sannleika að Jesús er fær að frelsa
Hann endurfæðir til nýs lífs, gefur nýja framtíð, þótt allt sé tapað. Hann megnar að umskapa hvert fallinn Pétur og gera hann að vitni þá nýju veröld sem hann að skapa í leinum. Hinn þjáði frelsari, hinn sigrandi Guð krossins og upprisunar, Guð minn og þinn, já hann megnar. Ég veit minnst það sem þú átt að minnast, eða á þér kann að hvíla, en það veit ég, að hann ber allt með þér og fyrir þig. Og hver sár minning og hvert kvíða efni snýst í blessun, þegar þú felur honum hjarta þitt og allt sem þar grætur og gleðst. Dýr sé þér, Drottinn minn. Amen.